þegar þú sagðir að það hefði orðið eitthvað fréttamál þarna úr einhverju bífi á Twitter. Voru það Já, mögulega einhverju samstarfsmenn mínir hérna á broadcast eða? já. Það er Það var málið sem þú varst að svoleiðis. tala um. Já. Hvað, hvað gerðist eiginlega? Þetta var eitthvað þarna, ég vann þarna í 1x2 og bauð fjölskyldunum út í Tenerife og eitthvað og ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta var. Þeir tóku mig bara eitthvað fyrir þarna en þú veist, þeir hafa, þetta er allt í góðu í dag, sko, þú veist, þetta er ekkert eitthvað sem ég erfi við þá og hann, ég bara á Bjarka mikið, þú veist, að þakka núna í dag fyrir það sem hann gerði fyrir barnsfaðir minn núna daginn, sko. Það er frábært að heyra því að ég veit einmitt að þeir félagar hafa fengið mikinn skít frá mörgum en ég held að séu ofboðslega margir líka sem gera sér ekki grein fyrir því hvað er að gera góða hluti fyrir fólk líka. Já, þeir eru að gera ótrúlega góða hluti í samtökunum hef ég heyrt og hef ég séð unga stráka blómstra úr höndunum þeirra og svo líka bara, þú veist, eins og ég segi talaði með þroskan áðan, þú veist, fyrst ég náttúrulega sé bara, veit ekkert hver þetta er, ég vissi hver, sko, afi minn var bara sinni gamla daga en vissi ekkert hver Bjarki var, sko. En ég sé þetta bara þannig, þú veist, þeir eru bara að spila einhvern karakter á Twitter en svo hlustar á podcastið þeirra og þá heyrir það miklu hrárri ímynd af strákunum báðum, þú veist. Þá heyrir það svolítið hvernig þeir eru, þú veist. Og ég lagði bara mína gremju til hliðar og ákvað að gerast áskrifandi af broadcastinu af því að þú veist, ég hafði líka ákveðna gremju út í annan samstarfsaðila þinn og ég er bara, þú veist, þetta er bara það sem að sumir þurfa kannski líka bara aðeins að gera, þú veist, að leggja þessa gremju til hliðar og bara svona aðeins að sjá bara hvaðan sumir eru að koma, þú veist, ég horfi á þessa stráka allt öðruvísi í dag og líka hinn manninn og ég bara, já, þú veist, þegar þú hafði samband mig fyrst, þá var ég fyrst alveg bara svona, nei, hvað er að fara að gerast núna og eitthvað, en svo var ég bara eitthvað, nei, þú veist, Guðrún, þetta er kannski ekki endilega bara svona, ekkert vera að dæmi þetta eitthvað bara og þannig að ég hafði rangt fyrir mig skilurðu, þú veist, ég vissi það og ég veit það núna og þú veist, bara fínt að geta komið hérna og vonandi heyra þetta allir. Ég skal reyna að koma þessu til þeirra. Já, og þannig að þú veist, þótt ég þekki það ekki mikið, þá heyrir maður það samt, sko, en þú veist, það býr miklu meira þarna baki og ég sé það í dag. Já, líka þetta er svo, mér finnst svo ofboðslega margir sem að fatta ekki, sko, að svona grínistar, ég myndi kalla það að mörguleyti grínista því að margir af bestu grínistum heims eru frábærir í að tala af einlægni og svoleiðis líka. Já. En ég held að margir sem fatta ekki að svona gaurar er nefnilega, sko, þú veist, þegar þú kemur, þú veist, að því að það þegar þeir hafa gengið í gegnum og unnið sig upp úr, það er engin brandari, sko. Nei. Það er oft svoleiðis að ef þú getur ekki tjáð þig það, ef þú getur ekki grínast með ákveðna hluti, grín er nefnilega oft svona rosalega mikið bara leið til að díla við aðstæður sem eru of erfiðar til að eiga við án þess að nota grín sem að einhvers konar grímu. Akkurat. Ég nefnilega á bróðir sem er einmitt fyrirmynd barnanna minna og bara fyrirmyndi mín eiginlega, sko. Hann kynnti mig svolítið fyrir uppistandi og þegar ég fór að horfa svolítið á uppistand, þá fór ég svolítið bara að sjá að, þú veist, þótt að manneskjan sé að taka fyrir heimilisofbeldi, þá er hún ekki að gera grín af heimilisofbeldinu sjálfu. Það er ekki pointið. En sumir bara stoppa þar og vilja ekki hlusta lengur, skilurðu, þú veist. Bara þarna var mér ofboðið, þú veist, en gleyma að hlusta lengur, þú veist.
Sumt bara rétt og bara sagt á mjög kaldan hátt, skilurðu, en þú veist, en grínistar hafa hjálpað mér bara að horfa á lífið öðruvísi. Það bara þannig, uppistandar hafa bara hjálpað mér að sjá lífið á annan hátt. Mér finnst þetta einmitt rosalega góð punktur sem þú ert að segja og líka, þú veist, mér langar meira að bara bæta við hann að því leytinu til að ég held að séu svo margir að núti sem að halda í alvöru að bara því að fólk sé, sko, það eru nánast allir sammála markmið, en að því að menn ekki sammála leiðina, þá held ég í alvöru að fólk trúi því að, ég held að sé fullt af fólki sem trúir því í alvöru að sko að segja ég eða götustrákar eða einhverju bara því að við til dæmis erum á broadcast og erum ekki endilega sammála öllu sem sagt og erum með samfélagsgagnrýni á margan hátt, þá séum við bara vondir. Ég hef tekið eftir þessu, það fullt af fólki sem heldur þetta bara. Já. Mér finnst það einmitt vera ég veit það. Skelfilegt, sko. Já, og það það, þú veist, og þetta var einmitt, þú veist, ég man alveg á tímabili, þú veist, sko, reyndar áttu við ekkert í einhverjum svona slæmum, einhverjum svona þannig sé kommentum og oft var ég bara mjög sammála þér, sko, en þá átti ég til að fá, sko, skilaboð frá sumu fólki þar sem að ég væri nú bara að fara í andstæðuna við að berjast fyrir jafnrétti og eitthvað svoleiðis og þú veist, já, þannig að sumir þurfa svolítið bara held ég bara fara í soul searching. Ég er alveg þar, sko, bara fólk þarf að líta aðeins inn á við og fara aðeins að gefa náunganum break að eiga líka sitt space í lífinu, sko. Mér finnst það bara ótrúlega flott sagt hjá þér og ég gæti ekki verið meira sammála þessu. Vegna sko ég held líka að fólk fatti það heldur ekki að hversu lík við erum í raun og veru fyrir að fara að tala þér saman. Þess vegna finnst mér samræður svo ógeðslega mikilvægar. Mér finnst þetta bara eins og ég sagði á hann, mér finnst óbúslega mikilvægt að taka samtalið þegar fólk er kannski á einhvern nátt ósammála eða hefur verið ósammála eða eitthvað. Við komumst eiginlega alltaf að því að hvað við eigum mikið sammeilegt og hvað við erum sammála um. Já, pældu því. Við erum sammála ótrúlega mikið en fyrir ári síðan hefðum við aldrei dottið í hug að það myndi koma að því. Nei, það er gaman, þess vegna er svo mikilvægt að tala saman. Já, þú veist alveg sem götustrákana, skilurðu. Ég held ég myndi aldrei fara á þann stað að ég myndi taka upp símtölu og hringja í annan þeirra, skilurðu. Þú veist, en ég gerði það og þú veist, það sýnir bara, þetta er bara þroski. Þetta er bara þroski sem að, þú veist, allir eiga einhvern veginn bara að reyna að taka inn til sín. Þú veist, gera bara betur og reyna bara svolítið að samþykkja líka bara náungan eins og hann er.